Til máls tekur háttvirtur 8. þingmaður Suðurkjördæmis Róbert Marshall. Virðulegur forseti, með virðingu fyrir háttvirtum varaþingmanni Sjálfstæðisflokksins væri hægt að óska eftir því að þingmenn Sjálfstæðisflokksins yrðu viðstaddir þá umræðu sem hér fer fram vantrauststillögu þeirra flokks. Er hægt að gera ráðstafanir til þess að það verði að minnsta kosti einn þingmaður Sjálfstæðisflokksins viðstaddur hér í salnum þegar við ræðum tillögu frá þeim að fella ríkisstjórnina? Í áramótaskaupinu sem sýnt var fyrir rétt rúmum 3 mánuðum var sungið lítið lag sem fangaði í svolítið tíðarandann sem verið hefur í samfélagi okkar síðustu mánuði og misseri. Það var lag þar sem var texti sem svona: neitu því sem vert að neita og byrjum að breyta, við skulum varpa því versta og virkja okkur besta. Þetta vakti athygli. Ég heyrði á fólki að sum hefði vöknað augu við að heyra þennan texta og sjálfur verð ég að viðurkenna það að hann hreyfði við mér vegna þess að við erum svo fá á þessu landi og við megum svo illa við því að vera sundruð svo langa tíð eins og við höfum verið og klofin í jafn afdrifaríkum málum eins og við höfum verið að fást við að undanförnu. Þess vegna var ég mjög ánægður með afstöðu formanns Sjálfstæðisflokksins í Icesave og það væri óskandi að einhver þingmaður Sjálfstæðisflokksins væri hér í salnum. Að láta svo greinilega þjóðarhagsmuni ganga framar öllu öðru í Icesave-málinu, ganga framar hefðbundinni skotgrafapólitík hér á Alþingi. Og þess vegna var ég svo ósáttur við forseta Íslands að hann skyldi ákveða að vísa Icesave-málinu í þjóðaratkvæðagreiðslu vegna þess að mér fannst hann misskilja svo herfilega það sem að þjóðinni var fyrir bestu. Klauf þjóðina í herðar niður til þess að bjarga eigin skinni. Og þeir sem börðust harðast fyrir neyinu í Icesave eru menn á borð við ritstjóra Morgunblaðsins sem ber mesta ábyrgð á hruninu og gerði það til þess að bjarga eigin skinni og koma ríkisstjórninni frá. Og að því virðist til þess að koma forystu Sjálfstæðisflokksins frá. Og vantrauststillaga Sjálfstæðisflokksins er viðbrögð við hatrömmum innanflokksátökum því miður, tilraun til að forða forystu flokksins frá vantrausti innanflokks. Hún er viðbrögð formanns Sjálfstæðisflokksins við hörðum viðbrögðum innanflokks við þá þverpólitísku samstöðu sem hann sýndi í Icesave-málinu og var lofsverð. En hann hefur nú látið undan þrýstingi fortíðaraflanna og flytur nú vantrauststillögu á ríkisstjórnina til þess að bjarga eigin skinni. Uppgjörið sem fram þarf að fara í samfélaginu snýr ekki að einstaklingum, hvort heldur sem að þeir eru forseti Íslands eða fyrrverandi forsætisráðherra eða þeir sem að sitja hér á þingi. Það mun ekki eiga sér stað við kosningar til Alþingis. Það mun þá fyrst eiga sér stað þegar við endurskoðum stjórnmálamenninguna. Hvernig við tölum saman, hvernig við vinnum saman, hvernig við komumst að niðurstöðu. Það veltur á því að taka upp ný vinnubrögð í ákvarðanatöku. Við þurfum stjórnmálamenningu sem felur í sér að fólk hlusti á hvort annað, taki rökum og fari þær leiðir sem mest sátt næstum. Ég hef langar hríð verið mikill ástríður lesandi á ævisögum stjórnmálamanna og það hefur verið mín niðurstaða eftir því sem mér sýnist að þeir eru merkilegri stjórnmálamennirnir, eftir því sem þeir eru tilbúnari til þess að koma að borðinu með ómótaða skoðun, tilbúnir til þess að hlusta á rök með og á móti og finna þá leið sem að mest sátt getur náðst um. En þeir hafi verið verstir sem að voru með öll svörin fyrirfram og voru algerlega óhagganlegir í afstöðu sinni. Það er sú stjórnmálamenning sem við þurfum á að halda, ekki þann skotgrafa hernað sem við erum því miður komin hér í þessum sal enn einu sinni. Ég er ekki að segja að stjórnarandstaðan eigi að láta af stjórnarandstöðu og að stjórnarmeirihlutinn eigi heldur að láta stjórnarandstöðuna eftir að stýra landinu. En það hlýtur að vera hlutverk stjórnarandstöðunnar. Ef borin er fram vantrauststillaga og er meining á bakvið að bjóða almenningi upp á raunhæfan valkost, eitthvað annað en ríkjandi öfl. Og mér hefur ekki sýnst stjórnarandstaðan
bjóða upp á raunhæfan valkost við stjórn landsins. Framsóknarmenn eru hér formanni Sjálfstæðisflokksins sárreiðir fyrir vantrauststillöguna sem borin var einhliða fram af Sjálfstæðisflokknum á meðan formaður Framsóknarflokksins var í útlöndum. Sjálfstæðisflokkurinn er rótklofinn og átökin opinber og fyrir allra augum. Og er það valkosturinn sem að þjóðinni stendur til boða núna á þessum tímamótum? Og það er sorglegt að horfa upp á það hér að þingmenn hreyfingarinnar sem ég hef átt margt ágætt samstarf við á yfirstandandi þingi skuli dansa hér við trommuleik Sjálfstæðisflokksins. Og það er sorglegra en tárum takið að horfa upp á háttvirta þingmenn Atla Gíslason og Lilju Mósesdóttur sem hafa ekki fengist þess að horfa á möguleikana til breytinga sem næstu 2 ár fela í sér en vilja þess í stað hætta á að Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn taki aftur við stjórn landsins. Hvað ætla þau að segja við kjósendur sína þá? Nú hillir undir að kreppan sé senn á enda. Næstu 2 ár verða betri en þau sem á undan fóru og ég skora á stjórnarandstöðuna að vinna áfram á þeim nótum sem formaður Sjálfstæðisflokksins hóf þetta ár á. Vinna með okkur frekar en á móti.